Velkomin aftur í föstudagsþáttinn sem við tökum að þessu sinni upp hérna í menningarhúsinu Hofi. Nú ætlum við að snúa okkur að leiklist, en leiksýningin Sóley Rós Restitæknir hefur vakið mikla athygli. Hún hefur verið sýnd í Tjarnarbíó frá því í haust og byggð á raunverulegri sögu. Og setti það upp hérna á Akureyri aðra helgi og hún komin til mér, hún Sólveig frá Háskólanum, verkefnastjóri í Háskólanum. Þú þekkir þessa sýningu ágætlega? Já, ég þekki hana bara nokkuð vel. Hver svona þín aðkoma að þessari sýningu? Já, mín aðkoma, ég náttúrulega vinn í Háskólanum og gerði það á vissum tíma áður líka og svo þekki ég nú til leikstjórans og höfundarins, hann Maríu Reyndal. Og sagan hennar Sóley Rósar, þetta saga konu sem að norðan, býr hérna núna á Akureyri og starfar í Háskólanum á Akureyri og leikritið fjallar í rauninni hana og hennar lífshlaup. En hún hefur átt mjög viðburðaríka ævi þó hún sé nú ekki nema rúmlega fertug. Og þarna fáum við að skyggnast inn í hennar líf sem áhugavert og skemmtilegt og snertir okkur öll og áhorfendur fá að upplifa tilfinningar sem bæði gleðja og gera maður líka ögn hryggan. Þannig að það spilað á flesta strengi í þessari sýningu. Það að hún restitæknir. Já. Hvaða þýðingu hefur það kannski fyrir heildarmyndina? Það tákgrænt á einhvern hátt? Getur vel verið að það sé það. Hún starfar við þetta í þessari menntastofnun. Það auðvitað vinna 200 manns í Háskólanum á Akureyri og þeir eru ekki allir akademískir starfsmenn. En það var ákveðið að draga það svolítið fram við hvað hún starfar. Það gerir kannski söguna ögn áhugaverðari, sérstaklega því hún í þessu umhverfi og starfar við það að ræsta húsið. Og ég tek það fram að það mjög vel ræst alltaf, það mjög þrifalegt í Háskólanum. En það ríkir líka ákveðin svona jafningja tilfinning alltaf í Háskólanum. Það ekki áþreifanlegur munur á því hvað fólk gerir. Fólk þarna í sátt og samlyndi og líður vel saman. Þetta góður vinnustaður og þessi kona vinnur við þetta. Já, og leiksýningin sjálf, henni leikstýrt af henni Maríu Reyndal og Sólveig Guðmundsdóttir fer með aðalhlutverkina. Þú sjálf ert ekki þáttakandi í sýningunni, en þú tengist henni úr Háskólanum. Hvernig sú tenging? Tengingin í rauninni sú að saga þessara konu barst mér til eyrna í rauninni frá henni og á þessum tíma var María Reyndal að undirbúa það að gera sýningu sem fjallar konur og reynslusögur kvenna. Þessi saga snart mig afskaplega djúpt og ég sagði Maríu frá henni og niðurstaðan rauninni sú að María og Sólveig eiga fara í samvinnu við þessa konu. Þær vinna saman sumarið 2015 þar sem þær taka viðtöl við hana og eru með henni taka upp og spjalla við hana og skrá niður og nota síðan söguna hennar í þetta verk. Og að lokum var það þá þessi eina kona sem verkið fjallar en ekki margar konur. Hvers vegna heldur þessi? Akkur ekki fleiri konur? Það nú vegna þess að sagan hennar mjög svona mikil og áhugaverð, hennar lífshlaup með ólíkindum stundum á köflum. Sjálf hún mjög góð sagnamanneskja og segir mjög skemmtilega frá. Þannig að maður getur ekki annað en hrifist með henni þegar hún talar. Já, hún Sóley Rós. Já, Sóley Rós. Og hún segir þér í rauninni sína sögu, þetta í Háskólanum. Já, þannig byrjaði það. Þannig byrjaði þetta, eins og þú taka þau við og taka viðtöl við hana. Já, þannig að ég rauninni bara svona eins og millistykki. Hvernig var svo fyrir þig? Þú ert væntanlega búin að sjá verkið. Já. Hvernig var svo fyrir þig að sjá það Það var á sviðinu? Dálítið skrítið, gaman og svona dálítið ótrúlegt að sjá þetta einhvern veginn á leiksviði því að ég var náttúrulega búin að heyra ýmislegt áður og þekkti hlutina ágætlega. Og ég kannski hló líka á stöðum þar sem aðrir hlógu ekki. En sýningin hún svo litrík og tárin falla bæði af gleði og sorg. Þannig að maður fer í svolítið svona ferðalag. Þannig ég var bara dálítið lengi að jafna mig eftir sýninguna. Hefur mikil áhrif á mann? Já, hún hefur það. Ég satt mjög lengi bara í sætinu og eiginlega komst ekki fram, Nú þetta þessi saga einnar mannesku. Já.
Getur verið að það sé kannski, út af því að það er svo margir sem geta tengt við þessa sögu, það kannski ástæðan fyrir því að hún sé svona áhrifarík? Þetta saga bara úr samtímanum okkar. Þetta saga mannesku sem býr út á landi, ef ég má orða það sem svo. Og það bara ákveðið vinnuharka í fólki á þessum tíma líka. Hún rúmlega 40, þannig hún svipuð aldrei og ég. Og ég tengi við hana og ég veit að margar konur og fólk gerir það. Og þessi sýning náttúrulega sko, hún var valin ein af áhugaverðustu sýningunum, bæði af Fréttablaðinu og Morgunblaðinu á síðasta ári. Hún hefur fengið gríðarlega góða aðsókn í Reykjavík og að fara aftur upp í Tjarnarbíó. Og það hafa verið mjög miklar umræður sem hafa fylgt í kjölfarið á sýningunni. Mjög margir þurfa að tjá sig eftir sýninguna efni hennar og það hafa stundum verið með umræður á sviðinu. Og við ætlum að vera með það eftir laugardagssýninguna. Já, hérna á Akureyri. Á Akureyri, já. Það sem að fólki gefst kostur á því að tjá sig og spurja og spjalla við leikhópinn og jafnvel deila ákveðinni reynslu. Hvernig hefur það komið út? Hafa áhorfendur verið áhuga sem að taka þátt í svoleiðis umræðum eftir sýninguna? Já, mjög svo. Því að ég segi mikið, sko, en þá fjallar sýningin að hluta til mál sem að snertir mjög marga og hefur verið dálítið mikil þöggun Þannig að fólk svona, þegar það búið að opna á þessa hluti, því það þarf að tala hluti þó þessu sárir og erfiðir, að þá hefur svona komið svolítið flóðbylgja af bara tilfinningum og fólk þarf virkilega að tjá sig. Þannig það mjög áhugavert, en ég tek það fram að þetta mjög skemmtileg sýning líka. Hún ekki bara ekki drami sko, en spilar á allt. Og þetta verður sett upp hérna aðra helgi, 3. og 4. febrúar í samkomuhúsinu og þetta svona hluti af ykkar 30 ára afmælisári í háskólanum. Þetta svona samvinnuverkefni milli ykkar. Já, akkurat. Og það ekki fínt og gaman að geta svona kannski virkjað fleiri stóðir samfélags sem bara háskólan á afmælisári? Það bara alveg frábært og ég mjög þakklátt fyrir það að háskólinn tók svona vel í það að fá sýningunum norður í tilefni af þessu 30 ára afmæli. Það sko mjög mikið að vera í háskólanum og þetta svona kannski stærsti viðburðurinn utan skólans, held ég geti fullyrt. En það bara einhvern veginn, tilfinningin sú núna að hringnum sé lokað. Nú sýningin að koma heim sko, hún búin að fara hring og það svona dálítið góð tilfinning og það eru allir mjög spenntir í háskólanum og samfélagið allt auðvitað og að sjálfsögðu hvet ég fólk til að tryggja sig miða vegna þess að verða bara þessar 2 sýningar, klukkan 8, 3. og 4. febrúar inn í samkomuhúsi. Þannig að það að hrökkva að stökkva. Algjörlega, tek undir það og bara hvetjum alla til þess að kaupa sér miða sem fyrst. Því þeir klárast. Sólveig Elín Þorláksdóttir, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn og gangi ykkur bara vel. Og við höldum hérna áfram til skamma stund, þá ætlar popkóngurinn Páll Óskar að kíkja á mig.